Það er ekki nema nokkrir dagar síðan að ég sótti og var á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga. Þar var eitt af vandamálum þeirra sem að allir sem fylgjast með fréttum hafa sjálfsögðu margoft heyrt. Og það er að sveitarfélögin fá æ meira af verkefnum en það vill verða að ríkið sem að skaffa þeim verkefnin sé tregara við að skaffa þeim pening til þess að sinna þessum verkefnum. Það var rætt hérna í morgun meðal annars í þessum málaflokki sem við erum að fjalla um núna. Þar væru sveitarfélögin að fá til sín verkefni og hefðu þegar tekið til sín án þess að fjármálaráðherra hefði látið krónurnar fylgja með. Það væri kannski stæði von til þess að það batnaði. Hingað er komin Jón Björn Hákonarson sem er formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga. Hann væntanlega ræðir þetta pínu lítið. Jón Björn, gjörðu svo vel. Já, fundastjóri, góðir ráðstefnu gestir sem hér eru og eins að fylgjast með í streymið. Það er rétt hjá búa við ræddum þetta svolítið á fjármálaráðstefnu og þetta er svo ekki því miður ný vísindi að það hefur stundum brunni við að málaflokkar sem okkur færðir og verkefni sem okkur eru sköffuð og við fögnum því að mörg leyti að geta veitt ýmsa nærþjónustu sveitarfélögin að það hefði svona þurft að hugsa þennan fjármálslið betur. Ég er eins og ég er svona vonað að það horfi til betri vegar að við þessi tvö stjórnvöld í landinu þá gleymir stundum að hættir til að upplifa það ekki að það eru tvö stjórnvöld á Íslandi, það er ríki og það eru sveitarfélög. Þau eru jafnsett. Annað er ekki til þess að gæta hins heldur þau eru jafnsett og þau eru að veita þjónustu sömu íbúa. Og íbúana sem mynda sveitarfélögin sem mynda svo ríkið sjálft. Þannig að ég er svo bjartsýnn alltaf eðlisfari að mér finnst menn sé alltaf að aukast meiri og meiri skilningur á þessu í stjórnkerfinu. Að þetta þarf að fara saman, hljóð og mynd, en það náttúrulega og leið sé mikilvægt að mörg sú þjónusta sem snertir einstaklingi sé veitt sem næstunum. Þannig að þetta er svona, þetta er verkefni sem við erum alltaf að vinna, en þegar ég var beðinn að koma hingað og ræða hér út frá þessu efni sem ég finnst, þá fór ég að hugsa þetta aðeins yfirskriftin ofbeldi gegn eldra fólki, að þá þetta rannu fyrir mér kannski enn betur að hversu mikið og þörf þessi ráðstefni er og ég vil byrja að þakka Landssambandi eldri borgara fyrir að standa fyrir henni og taka umræðu. Þetta er viðkvæm mál í eðli sínu en þetta eru brýn mál sem við ræðum. Og ég veit að það getur verið ekki einfalt, erfitt jafnvel að tala ofbeldi en það er líka mikilvægt að tala það og brugðist við því. En það eigum við aldrei í mannlegu samfélagi og hvað aldrei sem við erum að sætta okkur við ofbeldi eða hótanir. Þess vegna er svo gott að vera að sjá þessa miklu þáttöku sem við verið hér í dag. Við þurfum svolítið að dreifa okkur hjá sambandinu núna. Það er mikið af svona fundum og ráðstefnum og málum sem tekjast okkur og mitt samstarfsfólk þar, hefur fylgst með hér í dag í gegnum streymið. Og því að hérna leiðu, tölum við, hlustum við, lærum líka. Ofbeldi gegn eldra fólki á ekki að vera sveipa einhvern þagnarhjúp. Það er samfélagsmál og það snýst hvernig við sem samfélag stöndum vörð virðingu, öryggi og mannlega reisn allra. Líka þeirra sem eldri eru og lagt hafa mikið að mörkum við uppbyggingu samfélagsins. Við getum kannski sagt að sem betur fer þá býr flest eldra fólk og flestir Íslendingar við góðar aðstæður. Það nýtur virðingar, öryggis og hlýju í samskiptum við fjölskyldu og samfélagi. En eins og hefur komið hér fram og ég veit að hefur komið hér fram í ýmsum erindum í dag, verðum að horfast í augu við það. Þetta nær ekki alla, þetta á ekki við alla. Rannsókn og reynsla fagfólks sem ég var að hlusta rétt á að sýna ákveðin hópur eldra fólks verður fyrir ofbeldi, andlegu, líkamlegu og fjárhagslegu. Og það sem er sárt að viðurkenna ofbeldi á svo stað innan nánasta umhverfis þess. Það sem við ættum öll að búa við sem mest öryggi inn á heimilum okkar og í fjölskyldum okkar. En þetta
geta verið viðkvæm mál, eins og ég sagði áðan, en við vitum það að þögnin verndar ekki fórnarlömb. Hún verndar einungis gerendur. Þannig að mikilvægi þess að málin séu rædd sjást best í því. Þrátt fyrir opinberi aðilar eins og félagsþjónusta, sveitarfélaga, heilsugæsla, lögregla fái stundum ábendingar eru mörg mál aldrei tilkynnt, þess að kom hér fram sérstaklega ekki síst hér í síðasta erindi. Ástæður þess geta verið margar. Það geta verið skömm, ótti, háð eða tengsl við gerandann eða einfaldlega skortur á vitsmunalegri getu og efri árum til þess að geta komið til skila. Stundum er fólk einfaldlega ekki viss hvort það megi eða eigi að segja frá og það getur líka verið til náttúrulega þar spila fjölskyldubönd inn í. Þess vegna er mikilvægt að við öll, ekkert bara sveitarfélögin eða ríkið, við öll búum til samfélag sem eldra fólk treysti því að fái hjálp, stuðning þegar þarf á því að halda og við þurfum að skapa þetta trausta umhverfi sem fólk þorir að leita og veit hvert á að leita. Hér gegna því sveitarfélögin, nærsamfélagið, lykilhlutverki. Við stöndum næst fólkinu í félagsþjónustunni, í heimaþjónustunni, í félagsstarfinu, dagdvölunum og í daglegum samskiptum við íbúa. Þar eru starfsmenn sem koma heim til fólks sem heyra, sjá og finna þegar eitthvað virðist vera ekki eins og það á að vera. Þess vegna er mikil ábyrgð okkar í þessum málaflokki og líka einstakt tækifæri að mér finnst núna. Sveitarfélög geta haft afgerandi áhrif með fræðslu, stuðning og réttar viðbragðsáætlanir. Ég veit að það er stundum hljómar svolítið þegar menn fara að ræða viðbragðsáætlanir, en það er ekkert annað en bara formun og því sem við vitum að þarf að gera. Þetta hljómar stundum svolítið svona stofnanlegt, ef við nú þurfum að setja viðbragðsáætlun. En auðvitað er það bara umgjörðum það hvernig við tökumst á við málið og starfsfólki okkar finnur. Starfsfólk sem vinnur með eldra fólki þarf að þekkja merkin ofbeldi og eins og ég sagði áðan, vita hvernig á að bregðast við að réttan hátt af fagmennsku og virðingu og ríkja menning á sama tíma þarf að ríkja menning þar sem grunur ofbeldi er ekki hunsaður, heldur tekin alvarlega og brugðist við ábyrgð. Við þurfum því eins og ég sagði áðan að tryggja örugga leið fyrir eldra fólk til að leita sér hjálpar, hvort sem það er gegnum síma, ráðgjafa þjónustu, samstarfi, félagasamtök sem þegar hafa reynslu og traust í þessum málum. Jafnframt vill ég og það er vilji okkar og innan sambandsins leita leiða til þess að skerpa á ferlum eða leggja ferla upp innan sveitarfélagana í samstarfi við lögreglu og aðra viðbragðsaðila sem virkjar félagsþjónustuna líkt og í barnaverndarmálum og heimilisofbeldismálum. Að sjálfsögðu á ferli í heimilisofbeldismálum að ná utan ofbeldi gegn eldra fólki. En ég held að sé styrkur að því að það er ekki alltaf með sama hætti hægt að sjá umfangið að beina sérstaklega sjónum að þessu með sérstökum hætti núna hjá okkur og tryggja allt okkar viðbragð gagnvart þessum málum sé með sömu líkindum. Við munum nú í áframhalda þessu innan sambandsins leita leiða til þess að ræða við eins og áður sagði aðra aðila hvort við þurfum að horfa til þess með lagasetningu eða hvort við getum sett okkur verklagsreglur en að það sé sami háttur hafður á. Eins og í barnaverndarmálum eða þegar grunur á ofbeldi þá er kallað til starfsmenn barnaverndar að þá sé sami ferill innan félagsþjónustunnar þegar grunur leikur á og við getum þá tekið á málum. Þetta mun veit ég auka álag á félagsþjónustu sveitarfélagana en ég held að sé brýnt að við finnum leiðir í samstarfi við yfirvöld, við dómsmálayfirvöld og lögreglu hvernig við leiðum þetta í ákveðin farmi. Ég held að og það er grundvöllin að byrja á því starfi núna í þessu samtali og sjá hvert við getum farið með það. Við vitum líka félagslega einangrun eykur líkur ofbeldi og misnotkun í öllu formi. Eldra fólk sem býr eitt eða upplifir einmanleika á oft erfiðara með að láta vita þegar verður fyrir órétti eða það upplifir erfiða tíma. Þess vegna er líka baráttan gegn einangrun ein mikilvægasta forvörnin sem við höfum og þannig eru sveitarfélögin aftur með lykilhlutverk. Með öflugu félagsstarfi, með dagdvölum, heimsóknarvinnum og samstarfi félagssamtökum og Rauða krossinn getum við skapa samfélag tengsla og traust. En þarna spila líka inn í eins og kom áður fjármögnun málaflokka og fjármögnun dagdvala og annað slíkt sem við þurfum að ná utanum í samstarfi við ríkið því að þetta er eins og ég sagði þetta er bara samstarf þjónustu, samstarf samfélag sem við viljum búa til sem heild. Og þar af leiðandi gerum við líka það og þá er okkar svona markmið að eldra fólk er ekki aðeins móttakandi þjónustu heldur virkur þáttakandi í samfélaginu með rödd, með vigt og með virðingu.
Þá vil ég leggja mikla áherslu á þá að það er mikilvægt að öldungaráðin sem nú eru komin inn í stjórnkerfi sveitarfélaganna hafa orðið lögformlega þáttöku þar, áður voru valkvæð og eru komin á stað í sveitarfélagunum, vel flestum og er verið að innleiða. Þau verði líka öflugur vettvangur fyrir þessi málefni, öll málefni sem tengjast eldra fólki og í raun og veru kannski að draga það ekki dilka að eldra fólk tengist öllum þáttum samfélagsins áfram og að fólk verði fullorðið. Að þau séu virkjuð til umræðu, þau séu virkjuð til speglunar fyrir sveitarfélögin í sína áætlanagerð eins og við notum ungmennaráðið, að fá innsýn þar og þau verði tenging inn í stjórnkerfið eins og aðra nefndir okkar, höfunefndir með málefni og þar spilar inn í líka þessi umræðu ofbeldi gegn eldra fólki. Það er gríðarlega mikilvægt að öldungaráðin svona, auðvitað veit ég að þetta er nýtt á mörgum stöðum, þetta er að þróast en við þurfum að ná og ég treysti mjög á samstarf við meðan Landssamtök eldri borgara að ýta undir mikilvægi þessara ráða. Það hefur sýnt sig allavega í því sveitarfélagi sem ég sit í, sem við erum núna á öðru kjörtímabili, að við höfum sannlega að þróa umræðuna þarna inni, hver hún er, en ég held að það sé mjög mikilvæg í umræðuna eins og fjölmenningarráð og fleiri ráð sem við erum að beita með sama hætti til að fá víðari og virkari sýn af því sem sveitarfélagin vinna. En þegar við byggjum samfélag sem fólk þekki hvert annað, hittist og á samskipti ásamt félagslegri þátttöku, minnkar hættan á ofbeldi. Samskipti og tengsl eru besta vörnin gegn misnotkun og vanvirðingu. Þetta snýst ekki bara að bregðast við, heldur líka að fyrirbyggja og að skapa gott fólk samfélag sem virðing, mannúð og ábyrgð daglegt viðhorf. Ekki bara orð á blaði, ekki sem við notum í umræðinni þegar við stígum í ræðustól. Þetta sé í öllum okkar samskiptum og þetta á við öllum sátum. Að orð og gjörðir sé með þeim hætti að við getum sagt augliti til auglitis en felum okkur ekki á bakvið samfélagsmiðla eða annað slíkt. Þetta sé samfélag að virðingar og ábyrgðar. Við sem erum í starfi í sveitarfélagana og við sem tökum þátt í opinberri þjónustu þurfum að vera vakandi. Við þurfum að hlusta þegar eitthvað virðist ekki vera rétt, að spyrja og að þora að taka málið áfram. Það getur skipt sköpum og það bókstaflega á sömu stundum. Þetta krefst samvinnu, þetta krefst þekkingar og samstöðu, en fyrst og fremst krefst þetta mannlegra nálgunar. Það er nú kannski stóra máli í allri stjórnsýslu, það er alltaf á endanum bara mannleg nálgun. Það sem skiptir mestu máli er ekki alltaf formleg stefna eða ferli, heldur við sjáum hvort annað sem manneskjur og bregðumst við alúð og ábyrgð. Kæri gestir, við raun og veru þetta saman dregið, þannig við getum aldrei sætt okkur ofbeldi í hvaða mynd sem það birtist. Ofbeldi gegn eldra fólki er ekki á að gera slega okkur neinum þagnar hjúpfrekar ofbeldi gagnvart öðru fólki. Það krefst þess að við öll sem einstaklingar sem stofnanir og sveitarfélag tökum ábyrgð í okkar daglega lífi. Með fræðslu og stuðningi og samstöðu getum við tryggt að allir eldist með reisn, án ótta og án þá hættuna að upplifa að þeir séu berskjaldaðir fyrir ofbeldi. Virðing, traust og nærvera, ég er búin að segja þetta nokkuð, þetta eru bara lykilorð sem við sem sveitarfélag þurfum að hafa leiðarljósi og við sem fólk þurfum að hafa leiðarljósi. Því að þegar við náum því og stöndum vörðum samfélag á þeim grundi og styrkjum við samfélagi heild. Við eigum það allt sameiginlegt að við vonum að við eldumst og þegar við eldumst verða okkur mætt með þessu sömu orðum virðing, umhyggju og öryggi. Það er beinlínis skylda samfélag sem vill kalla sig velferðarsamfélag að standa vel að þessum málum og taka á þeim eftir bestu getu og ég vona svo sannlega og veit að sveitarfélögin eru þar tilbúin þó við séum stundum að karpa við ríkið hverju að borga. Ég ætla að láta tækifæri að fá að þakka aftur fyrir mig og þessar ráðstefnu. Ég veit að út úr henni mun koma margt sem við förum með inn í vinnun okkar áfram. Ég því miður ég á líka verið að hlusta á almannavarnir, þannig ég ætla að fá að fara þangað en mitt og mínir góðu samstarfsmenn eru að fylgjast með og ég veit að við höfum eftir að eiga samskipti við Landssamtök eldri borgara, ég hef ekki áhyggjur því að orðað þannig formaðurinn er með síma minn þar. En þakka ykkur innilega enn og aftur fyrir og þetta eru hluti sem við viljum og munum reyna að finna núna farveg að hvernig getum elt þetta kerfi. Takk fyrir okkur.